Góðan daginn. Í dag haldinn 38. fundur sveitarstjórnar Múlaþings í fundarsal sveitarstjórnar að Lynghúsi 12 á Egilsstöðum. Í dag miðvikudagurinn 16. ágúst 2023 og fundur hefst núna klukkan 1. Fyrir fundinum í dag eru 25 mál og ætla ég hér með að setja fundin. Við ætlum að byrja á máli númer 1. Ábyrgð vegna lántöku HEF. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs Múlaþings dagsett 8. ágúst 2023 varðandi ábyrgðar yfirlýsingar Múlaþings kennitala 660220 1350 til tryggingar yfirdráttarheimildar HEF veitna. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir hér með að gangast í sjálfskuldara ábyrgð vegna yfirdráttarlánstöku HEF veitna EHF kennitala 470605 1110 hjá Arion banka HF að fjárhæð 500 milljónir og gildi til ársloka 2023. Sjálfskuldara ábyrgð þessi veitt samanber heimild í 1. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Lánið tekið til að fjármagna framkvæmdir veitunar á starfssvæði Múlaþings. Sveitarstjórn Múlaþings skuldbindur hér með sveitarfélagi sem eiganda HEF veitna til að breyta ekki ákvæðum samþykkta félagsins tilgang eða sem leggur hömlur á eignarhalda félaginu að því leyti að félagi megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að eignarhlutur sveitarfélagsins verði seldur til annarra opinberra aðila, skuldbindur sveitarfélagi sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu af sínum hluta verði það ekki greitt upp. Jafnframt Birni Ingimarssyni sveitarstjóra kennitala 30 1254 4079 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta fyrir hönd Múlaþings veitingu ofangreindrar ábyrgðar. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki og ég ætla þá að taka tillöguna til afgreiðslu þeir sem samþykki þetta rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við förum þá í mál nr. 2. Reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs Múlaþings dagsett 8. ágúst 2023 varðandi reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir afgreiðslu fjölskylduráðs á breytingatillögum á reglum Múlaþings sérstakan húsnæðisstuðning. Breytingarnar fela í sér að árlegar leiðbeiningar félags- og vinnumarkaðsráðuneytis tekju- og eignamörk þarf ekki að leggja fyrir fjölskylduráð ár hvert, heldur eru þær þau viðmið sem gilda hverju sinni. Þegar nýjar tölur berast frá ráðuneytinu eru þær uppfærðar í reglum af starfsmönnum og heimasíðu sveitarfélagsins skjólstæðingum til hægðarauka. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Og ef enginn hyggst taka til máls að tekið tillöguna til afgreiðslu, þeir sem samþykki þetta rétt upp hönd. Tillagan samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 3, virkjun fallvatna. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Fljótsdalshéraðs dagsett 8. júní 2023 varðandi minnispunkta virkjun fallvatna frá samtalsfundum heimastjórnar með íbúum í apríl og maí síðastliðnum. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Með vísan til minnisblað heimastjórnar Fljótsdalshéraðs varðandi ábendingar framkoma fundi með íbúum í apríl beinir sveitarstjórn Múlaþings til stjórnar HEF veitna að veita umsögn mögulega aðkomu félagsins að virkjunarmálum í sveitarfélaginu. Jafnframt samþykkir sveitarstjórnarfélag sveitarstjóra að koma á upplýsingafundi sveitarstjórnar Múlaþings með fulltrúum Arctic Hydro varðandi Geitdalsárvirkjun og Hamarsvirkjun. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Við fulltrúar VG viljum leggja fyrir eftirfarandi bókun. Ekki liggur fyrir hvort og hvenær frekari orkuöflunar þörf í landinu og í því sambandi mikil upplýsinga óreiða. Náttúra Austurlands leggur þegar til umtalsvert hlutfall allrar framleiddrar orku í landinu. Með það í huga og sömuleiðis að ferðaþjónusta verulega vaxandi atvinnugrein á Austurlandi, þá það skýrir hagsmunir íbúa Austurlands til lengri tíma að varðveita náttúru landshlutans og ekki síst í óbyggðu hálendi Austurlands. Af þessum ástæðum því brýnt að leita allra leiða til betri orkunýtingar sem að meta vandlega í hvað orkan svo fer. Í því samhengi minnt á
að nú þegar rúmt 1 ár er liðið að kjörtímabilinu liggur ekkert fyrir frá loftslagshópi sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir það. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja að senda bókunina á því. Ljómandi gott. Eru fleiri sem vilja taka til máls til þessum lið? Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Heimastjórn beinir þessu til sveitarstjórnar til þess að komast að umræðu og ég ætla að verða við þeirri beini og segja nokkur velvalin orð þetta. M-listinn innbyrði á þessu síðustu kosningabaráttu hvort það væri ekki í verkahring hitaveitunar að verða eins konar orkuveita Múlaþings og ég í sjálfsögðu enn á þeirri skoðun. Hins vegar mér alveg ljóst að verkefni hitaveitunar eða veitna eins og hann heitir núna eru ærin eftir sameiningu. Þannig að svona til skamstíma þá sé ég ekki það að þetta ágæta fyrirtæki okkar sé að fara líka út í virkjun eða athuganir á virkjunum í vatnsafli. Hinn armurinn á þessu sá að þarna greinilega svona óánægjur ræddir það að eins og menn segja að það sé utanbæjarmenn að virkja og mér langar þess að taka það svolítið í víðara samhengi vegna þess að það í sjálfu sér áhyggjuefni í víðu samhengi. Hér áður fyrir og ég er orðinn svo gamall að þá voru hér fyrirtæki hér á Egilsstöðum allavega og allan fjórðunginn held ég sem voru í eigu heimamanna. Ég man ekki hvað þetta hét hér á Egilsstöðum lengur en annars sko, en það var gaggabúð og það var kaupfélagið og heimamenn áttu þetta og ráku. Í dag veruleikinn annar að flest fyrirtæki í sveitarfélaginu eru annaðhvort keypt upp eða komin hingað sem svona útibú frá stórfyrirtækjum á suðvesturhorninu. Það kann að vera gott í ýmsum tilfellum en það kann líka að vera slæmt og slæma hliðin á því kannski sú að þegar það gerist að stórfyrirtæki kaupa upp minni fyrirtæki að þá eru hagsmunir farnir líka. Og það örugglega þetta sem að ágætir íbúar í Múlaþingi hafa haft í huga þegar að þetta kom inn á þennan íbúafund hjá heimastjórn að þetta væri óæskileg þróun að það væru aðrir en heimamenn sem stæði virkjun og þetta væri það albesta. Hinn hliðin á þessu svo hvort að einkafyrirtæki eigi að vera þarna eða ekki. Það einkafyrirtæki sem heldur þarna rannsóknarréttinu núna og samkvæmt fundargerðum umhverfis- og framkvæmdaráðs, ég man ekki hvaða fundargerð, að biðja framlengingu á þeim rannsóknarrétti og það nánast hver einasta spræna í sveitarfélaginu þar sem að einhver á rannsóknarréttin. Þannig að hann greinilega virðist vera dýrmætur og svo hanga menn á þessu eins og hundur á fiskroði alveg út í rauðan dauðan og ég held að það sé ágætt að taka samtali við þetta fyrirtæki hvað það ætlar með þessi rannsóknarleyfi og hvort það ætlar að fara að klára málið eða hvort menn séu bara að hanga á þessu til frambúðar. En ég vil svona koma þess að en varðandi hefveitur þá til lengri tíma litið þá held ég að það sé ágætt mál að það verði orkuveita Múlaþings en á sama tíma get ég vara við því að verkefnin á æri núna. Ég sé ekki að það sé að gerast til skamstíma en við þurfum vissulega bara að huga að því hvert ætt sem eigandi, hvert ætlum við með þetta fyrirtæki og ég held að sé hreinlega kallað eftir því innan úr því fyrirtæki þó að ég svo sem hafi ekki mikil rök verið því en það svona verið tilfinningin. Takk fyrir. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls til þessum lið? Svo ekki, þá ætla ég að taka tillöguna sem ég las upp áðan til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd.
Það eru samþykkt með 9 atkvæðum, þeir sem sitja hjá, 2 sem sitja hjá. Við erum þá komin í mál númer 4, samþykkt stjórn sameinaðs sveitarfélags. Fyrir liggja til fyrri umræðu tillögur að breytingum á samþykktum stjórn Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa tillögum að breytingum á samþykktum stjórn Múlaþings til síðari umræðu. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki, þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem að samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, þakka kærlega fyrir. Þá það samþykkt samhljóða. Þá mál númer 4, þá því lokið og við erum komin í mál sem eru fundagerðir heimastjórna og venju samkvæmt ætlum við að taka til umræðu fundagerðir heimastjórnana fyrst og síðan nefndana. Þannig að til umræðu ætla ég að opna núna lið 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Að ræða fundagerð heimastjórn Djúpavogs nr. 39 og 40, fundagerð heimastjórn Borgarfjarðar nr. 37 og 38, fundagerð heimastjórn Fljótsdalshérðar nr. 37 og 38 og fundagerð heimastjórnar Seyðisfjarðar nr. 36 og 37. Og ég ætla hér með að opna mælendaskrá undir þessum lið þegar einhver hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsvíkarsvöll. Forseti, annað gott fundafólk. Þessi fundur byrjaði alveg svakalega rólega eitthvað. En það sem sagt liður 11 heimastjórn Seyðisfjarðar, 30. og 7. fundur. Þar undir liður 1 hitaveita á Seyðisfirði. Sambandi við sem sagt hvort það að fara viðhalda fjarvarmaveitu og hvort sveitarfélagið eigi að taka hana yfir eða ekki og svo framvegis. Ég kem hérna upp bara vegna þess að ég satt í þessari ágætu undirbúningsnefnd sem fór yfir þessi mál og hefur gengið frá þeirri skýrslu sem þarna er vitnað í og ég held að það sé komið þarna niður á Seyðisfirði ákveðið ófremdar ástand út af þessu máli vegna þess að það ekki hægt að ákveða það núna þegar menn grafa skurð og að byggja og annað hvort það að fara lagnir í skurðinni eða ekki. Þess að enginn veit framtíð þessara blessuðu fjarvarmaveitu. Þessu hefur verið ýtt yfir til Hefveitna sem verðist nú innan gæsalappa vera orðin hálfgerð ruslakista fyrir allt sem fer í röri. Og þar situr í sjálfsög málið og ég held að eins og ég sagði hér áðan í máli mínu undir öðru lið að verkefni Hefveitna eru ærin og þetta sjálfsagt endanlega ærir þá, ég veit það ekki. En þetta mál þarf að kynna fyrir íbúum á einhverju stigi. Ég skal ekki segja hversu áríðandi það en ekki. En alltíðan þá held ég bara vekja máls á þessum lið hér í opnum fundi. Þannig allavega Seyðfirðingar viti það að það verið að vinna í þessu máli og vonandi finnst það því bara mjög farsalaust. Það ekki einfalt að finna hana en ég held að það svona lýsi undir hana og ég lýsi svona vænti þess að íbúar Seyðisfirði verði samstarfsfúsir þegar það kemur að því vegna það þarf að taka þarna upp ákveðið samtal við þá. Að öðru leyti ætla ég svo sem ekki að tala meir þennan lið. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Næsti pontu sveitarstjórnarfulltrúi Ásólfur Stefánsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað ágætt sveitarstjórnarfólk. Í fyrsta lagi þá undir lið 7 heimastjórn Borgarfjarðar. Það fundur 37 þar. Langaði mig í raun að fagna því að Náttúruverndarnefnd Borgarfjarðar bóki sérstaklega og beini því til umhverfis- og framkvæmdaráðs að hefja skuli vinnu við hafnarreglugerð Múlaþings með tilliti til náttúruverndarsjónarmiða. En við fulltrúar Vinstri grænna teljum slíka vinnu mjög þarfa og því fögnum við þessu.
sem og að náttúruverndarnefndin bóki sérstaklega. En svo ég kannski með fyrirspurn til formanna heimastjórna. Ég sá þetta hjá heimastjórn Borgarfjarðar og Fljótsdalshéraðs, þar sem að ætlaður er ársfundur náttúruverndarnefnda og mér leggur eiginlega spurn og vita hvort að einhver fulltrúi náttúruverndarnefndana ætli sér að mæta á þennan ársfund. Takk. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur í pontu er sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Gjörðu svo vel. Frú forsetann að funda fólk. Ég ætla nú aðalega bara að veita og taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssoni varðandi svona þetta ástand að segja fyrir varðandi fjármagn og veituna. Það er rétt hjá honum að það er dálítið síðan RARIK hætti að stækka kerfið, tók ekki við nýjum tengingum, leggur ekki lagnir lengur í götur. En það sem liggur nú fyrir að malbika götur og Seyðisfirði, þá var þetta svona ákveðið spurning hvað maður vildi gera, því að það er alveg ljóst að, eins og Þröstur minntist á, að arðsemi og fýsileiki sem verkefni sem ræðst alltaf á fjölda á notenda. Þannig að það væri þá ekki gott ef við værum með ný hús sem væri þá ekki tengd ef að rekstur veitunar, fjármálaveitunar fer þá yfir til Hef veitna. En það er nú þannig að það er svona byrjað að funda á milli þá Múlaþings, Hef veitna og svona fyrirhugað að funda með RARIK svona praktísk atriði. Íbúafundur verður svona, mér er að horfa kannski í seint í september, jafnvel október, fer aðeins svona eftir hvernig fer að róast það þannig að menn hafi þá tíma til að mæta, menn svona komið kannski eðlilegt ról á Seyðfirðinga, þannig að ég held að það er bara gríðarlega mikið, menn er gott og skýrt samtal það. Það var svona aðalegt ansvar sem ég vildi byrja að veita, en svo kannski við nú komin hérna upp, þá voru það liður 7, heimastjórn Borgarfjarðar fundur 37, liður 4 sem er strandveiðar. Þar var heimastjórn Borgarfjarðar að reyna að brýna matvælaráðherra að taka þetta ástand sem skapaðist með það að mjög lítið, eins og veiðar stöðuðust hér þegar loksins veiðin var orðið góð, en því miður var það ekki úr því, þannig að eftir sitjum við með bara mjög takmarka tímabil í strandveiðum og ég held sér ljóst að það sé verkefni okkar sem hér stöndum að gæta þess að hagsmunir þá sérstaklega þá svæðið sé sem við erum á séu svona þessi passu upp að þetta jafnari dreifing verði, því annars myndi því að það eins og er farið að gerast að menn fara að flytja bátana vestur og þá var þetta strandveiði kerfið að fara að missa marks ef þetta er orðið til þess að menn eru farnir að flýja úr sínum heimabyggðum til þess að sækja kvótann eða veiðidagann fyrir ekki. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason að lokið máli sínu. Næst í pontu sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir og þegar hún hefur lokið máli sínu þá ætlar hyggst forseti taka til máls, þannig að hún biður þá annað forseti að taka við stjórn fundarins. Já, forseti ágætu fundamenn. Bara tek undir það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl fór hér inn á. Það er fyrirhugað að halda fund með íbúum að Seyðisfirði mánaðamótin september-október og ég held að það samtal sé algjörlega tímabært og nauðsynlegt. Ég ætla þess að spyrja út í 39. fund heimastjórnar Djúpavogs og biðja formann umhverfisráðs að svara mér. Þetta varðar lið 11, skýrsla fulltrúa sveitarstjóra. Það hefur verið unnið að framkvæmda við salernisaðstöðu í Sætúni sem hefur seinkað. Mér langar að fá þess að vita hver staðan er á þeim og af hverju því seinkaði og sömuleiðis langar mig að vita hver staðan er á framkvæmdum á grunnskólanum. Það var stefnt að því að þeim yrði lokið fyrir skólabyrjun og nú styttist í það. Takk. Já, annar forseti. Ég ætla að biðja annar forseti að taka við stjórn fundarins. Nei, nei. Ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir. Ágætu fundamenn, forseti. Þannig gott fyrir fólk. Mér langar að byrja á því að svara sveitarstjórnarfulltrúa Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur varðandi fundarboðin á fundi náttúruverndar, ársfund náttúruverndarnefnda 2023. Ég get sennilega svara fyrir hönd flestra formanna að því að það var þannig að því ég satt þennan fund fyrir hönd sem formaður sem varaformaður heimastjórnar Seyðisfirði.
við litum svo á að þetta væri verið að upplýsa náttúruverndarnefndirnar það stæði til að halda þennan fund og taka daginn frá og það var umræður á fundinum það að sennilega kæmi fundaboðið í framhaldinu og þá yrði það tekið fyrir heimastjórn hverju myndu sitja fundin. Það kom hins vegar skýrt fram í fundaboðinu að að ræða bæði staðfund en líka fjarfund. Þannig að öllum þeim sem sitja í náttúruverndarnefndunum gæfist kostur á að sitja þetta. Þannig að það var í raun og veru ekki farið dýpra í umræðinu en svo að fólk var allavega að láta vita af þessari dagsning og fá ekki þá bara tekið daginn frá. Nú, síðan það varðandi spurningu Hilda Þórisdóttur varðandi sætún. Af því sem mér best skilst að þá hefur það verið alls konar blanda eins og oft í framkvæmdum, skortur á verktökum, skortur á efni sem hefur orsakað það að hafa orðið tafir. Ég get ekki svara hvernig staðan með grunnskólan en ég get hins vegar sagt að það mun vera tekið fyrir á sennilega næsta umhverfis- og framkvæmdaráðsfundi staða framkvæmda sem og staða á framkvæmdum hjá okkar eignum, sem sagt á eignasviðinu. Fá að vita hvernig staðan á þeim framkvæmdum sem áttu að vera í sumar og eru í sumar og hvernig við förum inn í haustið með þær. Þannig að vonandi verðum við nú betur upplýst eftir það og getum þá komið þeim skilaboðum áleiðis til ykkar. Mér langar svo fyrst ég komin hér að fara inn í fundagerð heimastjórnar Seyðisfjarðar nr. 37, lið nr. 4 og þar skýrsla fulltrúa sveitarstjóra á Seyðisfirði. Ég ætla að nýta þennan lið til þess að fjalla komu skemmtiferðaskipa. Það þannig að í sumar höfum við fengið óskaplega mikið af skemmtiferðaskipum í Múlaþingi. Það reynir á innviði, það reynir á samfélag, það reynir á hafnir, það reynir á hafnarstarfsmenn, það reynir á þjónustufyrirtæki og það reynir á íbúa. Og ég held að við séum öll meðvituð bæði kjörnu fulltrúar sem og starfsmenn sveitarfélagsins það að við þurfum að taka þá dýrmætu reynslu sem við höfum fengið af árinu í ár og læra af henni og ákveða hvað við viljum gera með framhaldið ef við viljum mynda okkur einhverja skýrari stefnu í komu skemmtiferðaskipa, þá þurfum við að gera það upp við okkur. Ef hún á að vera skýrari, hvernig á hún að vera skýrari? Ég held að það væri mögulega heillavænlegt og reikna með því að fulltrúar verkefnastjóra hafna og hafnastjóri komin á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs á næstunni og farið verið þá yfir í raun og veru reynsluna. Það stóð til að funda með þjónustufyrirtækjum í haust líka, það var gert í vor og það átti að vera fundur að hausti. Síðan má bara velta eftir sig hvort það væri möguleiki að senda út einhvers konar íbúakönnun í þau samfélög sem hafa verið að fá skemmtiferðaskipin til að reyna að fá fram þær upplýsingar sem að samfélagi geymir. Þetta hefur verið mikið álag á marga og er það gott, er það slæmt og hvaða áskoranum fylgja þessu og hvort og hvernig við viljum þá taka á því. Þannig að mér langar bara aðeins að benda á það að þetta okkur ofarlega í huga þrátt fyrir að fólk haldi kannski að það sé ekki mikið að vera að spá þessu, en ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Ívari Karli Hafliðasyni að taka til máls og forseta að taka við stjórn fundar. Takk fyrir það. Frú annar forseti og frú forseti og þau öll hinn. Þetta svona tengist þeim liðið sem við ræða. Ef við byrjum bara á heimastjórn Djúpavogs skýrslu í báðum stöðum með talað sætum, báðum fundargerðum. Báðum skipti með bókunum nákvæmlega eins þó að sé rúmur mánuður á milli funda. Og ég held að sé alveg rétt að síðastu haust vissu var við hvað stefndi í sumar. En ég verð bara að segja að ég hef orðið fyrir dálítið vonbrigðum með hvernig okkur tekist að bregðast við. Okkur ekki gengið nógu vel að klára þessa klóstæðstu sætunum sem hefðum verið komin og tilbúin, leyst ákveðið vandamál. Faktorsvísið þarf átt að gera bæta aðgengi annað því ekki ennþá lokið. Grunnskólinn, því ekki lokið. Þetta bara, við getum að halda á það. Þetta alls konar ástæður fyrir þessu. En ég held að við verðum að taka þetta samanskildir að Seyðisfjörð. Þar búið að gera eitt malaplan og malböggarsmástík. Mér finnst bara við vera langt og eftir þessu því við vissum þetta síðastu haust og það sem hefur gerðist þangað til í sumar bara eiginlega ekki ásættanlegt. En af hverju? Málið ég held að vera gott fyrir okkur að skýra líka. Hvar liggur mörkið? Sumt sætún, það eru forræði hafnanna. Hafnarnar keyptu húsið, þeir eru þá væntanlega með þessa framkvæmd. Sumt á forræði okkar og þá eignasviðsins og það bara svona, ég held að þurfum dálítið að sem raunir umhverfis framkvæmdaráð sem hafnaráð líka, við þurfum dálítið og ég ætla bara að hvetja ykkur það að eiga þessa fundir núna í haust. Það sem við dálítið skýrum þessa ferla. Því að þetta bara, hvað sem á Seyðisfirði, það var alveg vita að það gríðarleg fjölgun. Það var vandræði síðasta sumar.
Það er ennþá erfiðar núna, en sem betur starfsfólk búin að standa sig vel. En ég held við verðum bara að setjast yfir þetta og hugsa bara hvernig það erum að framkvæma þetta. Því að það býða líka ennþá meiri. Ég veit ekki betur en að höfnin á Seyðisfirði ætla að byggja neðraðin undir ríkið. Ég veit ekki hvernig það gengur. Eða bara verklega framkvæmdir í höfnunum, ég held bara gott við skýrum það hver ber ábyrgð að þær gangi. Er það verkefnastjórinn, er það hafnarstjórinn? Ég held að það sé mjög hollt fyrir okkur, við bara setjum það niður og veltum það saman fyrir okkur. Það var alveg ljóst, ég sé að Björn Ingi sem jónaði með mér núna, Sætún var lykil, þetta, menn voru svona að leysa ákveð vandamál, en niðurstaðan er svo og það leysir engin vandamál þegar ekki tilbúður. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að gefa sveitarstjóra og hafnarstjóra orðið. Björn Ingimarsson, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Þetta er ágætis innlegg hjá sveitarstjórnarfulltrúa Ívari Karli og ég tek alveg undir það að við þurfum að gæta okkur enn frekar í því hvernig þegar við erum að virkja verktaka til vinnuverka. En það er svolítið erfitt við það að ráða, virðist vera, þegar verktakar virðast vera gjörsamlega á kafi í verkum. Þetta er ekki fyrsta árið sem við lendum í því að verktakarnir þeir ná ekki að klára sín verk. Og það sem ég hins vegar vil bara að koma hér á framfæri að við vorum alveg meðvituð þennan, ef við erum að horfa á hafnirnar og horfa á skemmtiferðaskipin, vorum alveg meðvituð þennan fjölda skipa sem við áttum von á og við vorum alveg meðvituð fjölda farþega og það er þess vegna sem við tókum þessa fundi með hagsmunaaðilum og þjónustuaðilum í vor og það er alveg ljóst að þeir fundir skiluðu okkur töluvert miklum árangri. Því að fólk var eða þjónustuaðilin þeir voru betur undirbúnir og þó svo við höfum verið að fá alveg hellinga ferðamönnum þá hefur tekist að sinna þjónustunum við á mjög vel. Við fórum í ákveðna framkvæmdir á Seyðisfirði sem að sneru að því, kannski fyrst og fremst að því að auðvelda aðkomu og hafa hana skýrari hverju staðsetning rútufyrirtækjana og þjónustuaðilina og það er alveg ljóst að það hefur skilað sér. Varðandi hins vegar snyrtingarnar á Djúpavogi þá hefur svo framkvæmd bara ekki klárast og það ber að harma og það er bara þannig að við höfum verið að núna í síðustu viku þá var ákveðið að fá fleiri aðila til verka til að klára verkið. En það er líka þegar menn eru að velta fyrir sér svona stefnumótum og öðru, við settum nokkuð skýra stefnumótaáætlun eða lögðum fram stefnumótum fyrir hafnirnar núna í vor sem voru afgreiddar og liggja fyrir. Núna þegar í haust, þegar við höfum niðurstöðu sumarsins, þá munum við setjast yfir það, hvað tókst, hvað má betur fara og hvernig bregðust við gagnvart næsta ári. Eitt af því sem hefur verið rætt er þetta, eigum við að takmarka fjölda skipana, eigum við að takmarka fjölda skipana skipur og það er tiltölulega einfalt að gera það og það er ekkit ólíklegt að við munum gera það. Því að við vitum þá vel að við getum ekki tekið við öllum skipum í einu inn á hvert stað. En þetta er eitthvað sem núna erum við með bókanir fyrir skip næstu 2 ár fram í tíman. Það er þegar búið að bóka. Þannig að við getum núna alveg farið á raða þess að nei, við tökum við 2 þetta stórum, 1 þetta stórum eða 3, hvernig sem það er. Þannig að þetta er ekki flókið mál og þetta er eitt af því sem við munum setjast yfir núna í haust og skoða þegar við förum yfir í raunni árangur sumarsins og það sem út hefur komið. En svona heilt yfir þótt að við séum að tala gífurlegan fjölda og segjum til dæmis á Djúpavogi að við erum líka í hafnarframkvæmdum sem hafa getið auðveldað í rauninni það að þjónusta síðan þennan hluta ferðaþjónustunnar að þá hefur þetta gengið vel. Ég held að það sé alveg gott að fullyrða það. Takk. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir er óskað eftir að taka til máls.
Forseti, ágæti fundamenn. Þetta varðar sama mál. Það 37. fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar, þetta er liður 4. Varðandi skemmtiferðaskipin þá held ég að starfsfólk hafnanna og þjónustaðilar getur verið mjög stoltir. Þetta var stórt sumar. Sömuleiðis held ég að sé nauðsynlegt að við tökum stöðuna í haust og metum hvernig sumari gekk og hvað við getum lært. Og tökum samtali bæði við hagaðila og íbúa hver þolmörkin eru og hvað við viljum og hvað við ráðum við. Og ég held að það sé mjög hollt að gera það fyrir næsta vor þegar að vertíðin hefst að nýju. Ég ætla að sömuleiðis að fara heimastjórn Borgarfjarðar, ætla að sé ekki 38. fundur. Þar er þetta. Aðeins að leita þessu orsakið. Nei, það er 37. fundur. Það er gjaldtaka Hafnarhólma liður 5. Ég ætla að biðja formann heimastjórnar á Borgarfirði að fara yfir hvernig reynslan hefur verið núna í sumar. Takk. Hildur Þórsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Það er ekki fleira á mælendaskrá en að það var alveg freistandi að gefa formanni heimastjórnar Borgarfjarðar orðið. Sveitarstjórnarfulltrúi. Nú varstu múlið að byrja með það. Það er ekki skráður hér sem mér. Sveitarstjórnarfulltrúi Þór Stefánsson Gissur. Hvaða liðið mér að fara að tala? Nei. Er ekki auðinga? Frú forseti og annað fundafólk. Ég held að það hafi verið 37. fundur Borgarfjarðar sem var þrennt sem ég ætla að tala hérna. Fyrst varðandi náttúruverndarnefndirnar. Það var svo að síðasti ársfundur náttúruverndarnefnda var haldinn í Grindavík og var líka boðið upp í fjarfund. Ég held að það hafi verið bara alveg mjög góð mæting frá Múlaþingi á þann fund, en ég man rétt, mér minnir að minnstakosti 1 frá hverri náttúruverndarnefnd. Og þar kom meðal annars fram að reifa svona fyrirkomulag náttúruverndarnefnda og já, svona flestir sem á annar borð tjáðu sig eftir að var upplýst fyrirkomulag í Múlaþingi hugnaðist þetta fyrirkomulag bara nokkuð vel, eða það var eins og ég skildi umræðuna þó hún sé ekki gallalaus og náttúruverndarnefndirnar og kannski brýna þær að vera aðeins virkari á köflum. En við bókuðum reyndar að við ætluðum að senda fulltrúa á fundinn, hvort sem það verður gegnum fjarfund eða staðfund, og mér finnst kannski að við ættum að hugsa hvernig við vildum gera þetta. Það var kannski ekki alveg í anda náttúruverndarnefndar að vera að fara landshorn á milli í flugvél til þess að ræða náttúruverndarmál þegar hægt að taka fjarfund, en kannski til þess að gefa þessu ákveði vægi og væri kannski ráða einu sinni á kjörtímabilið eða eitthvað færumenn, allir formenn eða eitthvað á tæki þetta í staðfundi, ég veit það ekki, hún bara leyfa mér að hugsa upp á þetta. Það gleður mig að sveitarstjórnarfulltrúi Karl Hafliðason taki strandveiðar fyrir sem ég minnir að sé af sama fundi, því að ekki eru þingmennirnir okkar að gera það, fulltrúar Norðausturlands. Og nú veit svo til að svo sem hér stendur ég partur af Facebook-hópi sem heitir Strandveiðispjallið eða Strandveiðiuppsaveiðispjallið eða hvað það heitir nú alveg nákvæmlega, og fylgist nokkuð vel með umræðinni þar. Og það er alveg hreina línur að þeir sem eru innvinklaðir í pólitík fyrir Norðvesturkjördæmi, já, þeir láta sér sannarlega málið varða. En það heyrist aldrei neitt frá þingmönnum Norðausturkjördæmis. Jú, ég frétti af einum fundi þar sem að þingmennir áttu með Langanesbyggð þegar skaðinn var skeður, en það voru allir sem að fylgjast að einhverju leyti með þessum máli vissu alveg í hvað stendi fyrir löngu. Ég hef getað sagt öllum þingmönnum að þetta myndi gerast 1. maí, að þetta stendi í nákvæmlega þetta. Og það er brugðist við þegar skaðinn er skeður og frumvarpi sem að hefði þó bjargað því sem bjarga varð, látið brenna inni. Og það var bara eitthvað sem að þingmenn Norðausturkjördæmis bara máttu ekki láta gerast. Og í því samhengi að menn séu farnir að flytja sig svæði, allir strandveiðibátar á Raufarhöfn fluttu sig á
Grundarfjörð og einhvers staðar þar í kring. Og hvaða máli haldið að það skipti? Ég held að það séu 5 strandveiðibátar, var mér sagt, 4 eða 5, sem fluttu sig frá staðum svo Raufarhöfn vestur. Ég held að það skipti helvíti miklu máli, afsakið orðbragðið. Gjaldtakan, hún gekk bara vel, þetta er ekki alveg, þetta er ennþá svolítið verk í vinnslu en það kom alveg á aðra 1 milljón inn í frjálsframlög. Við settum upp bara 2 skilti til að byrja með og settum upp svona vefsíðu eða svona viðmót sem við erum ekki alveg búin að fullgera en það stendur til að setja fleiri skilti og gera þetta svona aðeins sýnilegra því að maður sér það alveg bara, maður fyrir nú ósjálfrátt að njósna ferðamenn í Hafnarhólmanum þegar maður var hérna á vappi og það er alveg greinlegt að það taka ekkert nándanærið allir eftir þessu en manni finnst einhvern veginn bara ágætis hlutfall þeirra sem tekur eftir þessu greiða með glöðu geði einhverja upphæð. Svo ætlaði ég að koma inn á, það var hérna sem margir eru búin að koma inn á með heimastjórn Seyðisfjarðar með skemmtiferðaskipin. Nú man ég ekki alveg númerið. Út með það, ok, gott. Sko, það er, það sem að fer svolítið í taugarnar á mér er að nú koma menn eru búin að, það er búið að vera mikið að gera, sérstaklega á Seyðisfirði í þessu skemmtiferðaskipum og nú eru allir að segja að menn eigi að skoða málin og við þurfum að setjast yfir og hvernig við ætlum að gera þetta. En sko, ég held að það sé ekkert endilega best til þess fallið að við gerum það. Mér finnst þetta mál vera þeirri stærri gráðu að það sé bara að liggi beinast við að það sé einhver svona utanakomandi aðili sem meti hvað innviðirnir okkar þola, frekar en við sem erum kannski með smá peningaglamp í augum yfir því hvað við þykjumst þola. Og í því samhengi langar maður að segja að Múlaþing 1 sveitarfélaga hafnaði að taka þátt í verkefni í Austurbrú sem var einmitt að meta þolmörk sveitarfélagana til þess að taka við skemmtiferðaskipum. Þannig að mér er svolítið skrítið og allir eru allt í einu sammála um það núna að við ætlum að skoða og meta þolmörkin og innviðina en erum nýbúin að segja Austurbrú, já nei takk, við tökum ekki. Og 1 sveitarfélag á Austurlandi, notabene, Fljótsdalshreppur ætlaði að vera með og Vopnafjarðarhreppur ætlaði að vera með, en ekki Múlaþing. Þannig að mér finnst það umskunarvert, en ég man ekki lengur hverju ég er að gleyma. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir. Eru einhverjar fleiri sem á óska eftir að taka til máls sem ég hef mistað? Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Þetta er undir sama lið heimastjórn Seyðisfjarðar, númer 37, liður 4. Já, öll þau sem hafa komið af móttöku þessara skipa mega vera ánað með hvernig gekk, en ég verði eiginlega bæði taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri og bæta við að í þessari umræðu þennan fjölda skemmtiferðaskipa og farþega finnst mér þarft innlegg að ekki sé einungis ljós þessi fjöldi, heldur hlýtur að vera mikilvægt að brennisteinsdíoxíðmengun sé mæld vegna þessarar aukningar, en Seyðisfjörður eru til dæmis bæði þröngur og lygn sem eru erfiðar aðstæður þegar kemur að mengun. Samkvæmt Þorsteini Jónssoni sérfræðingi hjá Umhverfisstofnun eru engar mengunarmælingar gerðar á Austurlandi, sérstaklega vegna þessa, og vil ég því beina fyrirspurn til hafnarstjóra þessi mál og hvort til standi að mæla mengun vegna skipana og hvort komi til greina að skoða einhvers konar refsigjald fyrir þau skip sem menga mest, líkt og er gert í flestum höfnum í Noregi og Faxaflóahafnir hafa tekið upp eða eru í þann mynd að taka upp. Takk.
Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir í lokin máli sínu. Hafnarstjóri Björn Ingimarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti og gott fundarfólk, það varðar þessa fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Ásrúnar Mjallar Stefánsdóttur. Þetta er klárlega í skoðun og ég get upplýst það að við fjárfestum í rauninni í mælingabúnaði núna í vor, en það síðan var nú eitthvert bílri á því eins og öðru þegar að fara að setja þetta upp, en það er verið að vinna að koma þessum búnaði upp. Eins erum við að horfa til þess að fara í rauninni inn í sama kerfi og niður að við hafa á hjá Norðmönnum varðandi sem sagt kröfur sem gerðar eru varðandi upplýsingar frá skemmtiferðaskipunum og sem að munu þá hafa áhrif á gjaldtöku. Þetta er líka eitt af því sem að verður rætt á ráðstefnu sem ég mun fara á núna í byrjun september, þar sem að koma saman fulltrúar hafna í Evrópu ásamt þá fulltrúum skemmtiferðaskipana, og þá veit ég að þetta er svona þungamál hjá í rauninni öllum höfnum. Og það er alveg ljóst að við hér á Íslandi höfum kannski ekki stigið eins ákveðin skref í þessu eins og hafnirnar í Skandinavíu hafa gert. Og það er eitthvað sem ég svona lít svo á að við eigum að horfa til í okkar framtíðaruppbyggingu. Sveitar- og hafnarstjóri Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundarfólk. Aðeins áður en ég tek þann lið sem ég ætla að fara í að þennan skemmtiferðaskipa-lið sem að ég ekki frekar en Eyþór man númerið á, en ég vissum að Rítar er með það. Loksins fóru þessi skemmtiferðaskipa umræða að verða skemmtileg þegar að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson nefndi það að Fljótsdælingar, eini sveitarfélag á Austurlandi, hefðu áhyggjur á þolmörkum sveitarfélagsins út af skemmtiferðaskipa komu. Nágrannum okkar verður aldrei sama líkt við neina aðra. En gaman að því. Það sem ég eins og ætlaði að liður sem ég ætlaði að fara í var nákvæmlega sama fundagerðin og ég fór í hér áður, heimastjórn Seyðisfjarðar, 38. fundur, þar segja 11. liðurinn í dagskránni. Seyðisfjarðar, sagði það ekki? Það er engin 38 fundagerð. Ha? Það er 36 eða 37 hjá Seyðisfirði. Já, þetta er allavega 11. liður í... Núna, já, það er heimastjórn Seyðisfjarðar fundagerð 36. 36, já. Þar undir liður 2, sem furðar að hafa ekki komið á í umræðinu hér fyrr, en það varðar þessa blessuðu samgönguáætlun, yfirskrift liðarins samráðsgátt, drög að samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038. Þar bókar heimastjórn ágæta bókun og ég ætla ekkert að setja út á hana nema ég hnaut svolítið orðalagið og ég er ekki að setja út á það, en það stendur metnaðarfull samgönguáætlun. Og ég held aðeins bara benda á hversu metnaðarfull stjórnvöld á Íslandi eru við uppbyggingu samgöngumannvirkja. Það er nefnilegast að þannig að fjárfestingar í samgönguinnviðum sem hlutfall af landsframleiðslu var að meðaltali það bil 1,5% á árunum 2000 til 2009 hverju ári. Síðan kemur þetta blessaða hrun og 2008 reyndar en afleiðingarnar koma þarna á eftir, þannig að árið 2011 er þetta komið niður í 0,4% af landsframleiðslu. Það væri kannski afsakanlegt í ljósi hrunsins að svo væri tímabundið, en það sem hefur gerst síðan er það að
þetta hefur rólað í kringum 0,5% af landsframleiðslu alveg fram að yfir árið 2021 og ég hafði ekki gögn en mér sýnist svona eftir því sem við skoðaði lauslega að það hafði ekki mikið breyst á árunum 2022 og 2023. Með öðrum orðum 1,5% sem var hérna á fyrirpart aldarinnar niður í 0,5%. Þannig að það er bara 1/3 af landsframleiðslu sem fer til þessara mála í dag, það sem hann og hefur gert undanfarin ár með það sem hann gerði áður. Þannig að 33% cirka. Og þá segja menn við líka, Jóhann Þröstur, sko, þú verður að athuga það að landsframleiðsla, hún hefur aukist svo svakalega, þú getur ekki sett þetta svona fram. Ok. Skoðum út af hverju landsframleiðsla hefur aukist. Hefur hún ekki aukist fyrst og fremst vegna aukinnar komu ferðamanna til landsins? Ef aðeins að kíkja á það, vegna þess í gögnavegagerðinni kemur einnig fram að samanlagð meðalumferð á dag yfir 16 lykilteljara í maí á hringvegi í kringum 60.000 og nota bene þetta er í maí, þannig að eitthvað fleira kemur til en bara ferðamennskan. Kringum 60.000 fram til ársins 2013 á sama tímabili, 2000 til 2013, 60.000. Þá fer hann að vaxa mjög hratt og í ár 100.000 ári, úr 60.000 í 100.000. Þannig við erum að tala aukningu upp á 66%. Þannig að álagið á vegakerfið okkar er að aukast. Framlögin til nýfjárfestinga standa í sögulegu lágmarki, búin að gera það lengi. Á sama tíma á nágranna okkar Norðmenn hafa aukið framlög til vegamála gríðarlega. Hvernig má þetta vera? Ágætu stjórnvöld, Suður Reykjavík. Þetta kannski bara vegna þess, og ég kem inn með sömu tugguna aftur og ég held hún sé aldrei oft kveðin, það bara vegna þess að landsbyggðin skipti engu máli lengur. Þetta vegna þess að peningarnir fara eitthvað annað í einhver gæluverkefni, hvort sem það heitir stríðsrekstur í Úkraínu eða hvað menn geta tekið og rifist um. En það alveg ljóst að þarna eitthvað pottur brotinn og ég eiginlega alveg hissa þó svo að Fjarðarheiðargöng sem ég nú farin að kalla Gagnheiðargöng vegna þess að þau fara undir Gagnheiði en ekki Fjarðarheiði í dag, þó að þau séu komin þarna á áætlun þá eftir að fjármagnaði. Og með þessa hendi hérna, sé ég ekki kannski að sú fjármögnun verði. Og hitt skil ég kannski ekki heldur í þessu sambandi sem á taka þá í þessu samhengi við þessi blessuðu göng. Það eru hin samgönguframkvæmdir sem var eiginlega forsenda, þessar tvær samgönguframkvæmdir voru eiginlega hálfgerð forsenda sameiningar af vissu leyti. Það Aksavegur. 2032 á að ljúka Aksarveg. Hvar eru þið stjórnvöld? Heyrið þið bara ekki neitt? Hafið engan áhuga á að þjónusta íbúa landsbyggðarinnar? Og hvernig stendur á því að sveitarstjórn hér í þessu sveitarfélagi með eti ekki sveitarstjóra sínum í fjölmiðla og hafa bara snarvitlausum þar alla daga? Ég held hann eigi að vera það og hann hafi bara fulla rétt til þess. Þannig ég vildi bara koma þessu að þessi mál í ólestri og ég bara biðla til stjórnvalda Suður í Reykjavík að fara að hysja upp sig buxurnar það að nota skattpenningana sem héðan koma í uppbyggingu hér en sendi þá ekki jafnvel úr landi. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur óskað eftir að taka til máls. Forsetann funda fólk, þetta sami liður, þetta svo sem þetta taka fundagjörðum margra heimastjórna því að þau fengu samkvæmt alla til umsagnar. En ég svo alveg sammála sem kemur fram í bókun Heimastjórnar Seyðisfjarðar, þetta metnaðarfullt plagg en þetta dálítið óskalist í mínum huga því að menn virðast ekki geta komið saman hvernig menn það fjármagna samgöngur. Menn hafa látið það damlast núna kannski í 10 ár ákvað hvernig á gjaldheimtan að vera. Og
ég hlusta nú gott viðtal Vilhjálm Árnason, formann samgöngunefndar, það maður bendur þetta, við verðum bara að fara að ákveða hvað við ætlum að gera. Við getum ekki lengur keyrt áfram með einhver pening. Það er ekki hægt. Við verðum að fara að koma þessi í framkvæmd. Og ég held að sko, það er nú svona ýmis vinna sem er í gangi. Eitt af skemmtilegasta að það er að hafa ákveðið vinna við að draga saman hlutdeild Austurlands í útflutningi, verðmætasköpun fyrir Ísland. Og svona, það bendir nú til þess að við séum íbúar Austurlands leggi tífalt. Útflutningur á hvern íbúa Austurlands sé tífaldur með restina í Íslandi. Við erum ekki að tala um 2,3, við erum að tala um tífaldur. Framleiðum þriðjung orkunnar, við leggjum ýmislegt til og við biðjum lítið, við biðjum samgöngur, við biðjum heilbrigðismál. Það er það sem við biðjum Þannig að ég held að sé bara mjög mikilvægt að við setjum þau skýr skilaboð inn á Alþingi að menn fari og taki það föstum tökum hvernig gjaldheimta á umferð á að vera, þannig að það setja skila því inn í samgönguáætlunina, þannig að hún verði eitthvað annað heldur en einhver óskalisti sem verður kláraður seint og illa. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Eiður Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og hana hundahól. Ég var búinn að hugsa að taka mögulega til máls vegna samgönguáætlunar, en hafði hugsað mér að gera það undir byggðarráði, þar sem var svona höfðið. Allar heimstjórnar fengu þetta til umsagnar til þess að beina því síðan til byggðarráðs. En ég ætla nú svo sem ekki að segja mjög margt, nema bara að sko, ég var búinn að taka saman ægilega flott Excel-skjal, en það er í innitölvunum minni. Þannig að ég er ekki með tölvurnar sem ég ætlaði að messi ykkur. En það er allavega þannig að mér finnst þetta ekkert alveg jafn frábært plagg og margir vilja meina. Þetta er svolítið óskalisti, já. En það er ekki ný framkvæmd á vegi á Austurlandi öllu fyrir 2027, ef maður rétt. Og mér finnst að við ættum nú kannski að spyrna fast niður fótum þannig að það sé ekki bara eitthvað norm að þar sem að mögulega að gera göng þar standi bara ekki til í að fara í neinar vegaframkvæmdir. Þegar þú berð saman upphæðirnar milli landshluta eins og Samband íslenskra sveitarfélaga skilgreinir landshlutana, þá hef ég allavega stend í fullu fótu við það að þessi samgönguáætlun, þetta er samgönguáætlun höfuðborgarsvæðisins, þar sem að í gegnum samgöngusáttmálann fer nánast allt á suðvesturhornið. Það er að segja í nýframkvæmdir á vegum. Og það sem að meira er, það er enginn á Alþingi, kannski er það eitthvað að fara að breytast. Ég verð ekki var við neina umræðum það að menn tali einhverja vegaframkvæmdir á Austurlandi. Og þetta er eiginlega sama með strandvegina. Það er bara, þingmönnum okkar virði lítur út fyrir að þeim sé bara sama. Og við sjáum til dæmis, dæmi sem ég hef tekið eftir. Þingmaður vill berjast fyrir því að það sé farin ég man ekki hvað heitir, í kringum Blönduós, 18 km vegagerð til að stytta hringleiðina 14 km. En í sama kjördæmi þingmannsins þá er Axarvegur sem styttir hringveginu 70 km. En það er ekki minnst á það. Þannig að ég sakna þess bara að einhver beri hag Austfirðinga eða Austurlands fyrir brjósti inn á Alþingi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eiður Stefánsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls? Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi. Frú forseti, kannski það er að svara eitthvað mjög stutt að það er Svínvendingabraut sem er ákveðin stytting. Hún er ekki á, hún kemur hvergi fram. Öxl er þó allavega á þessari samgönguáætlun, hinn er ekki, og það var kannski þess að vera að tala um. En sem betur fer, og kannski fyrir okkur sem hér stöndum, að við fáum nú þingmann og Múlaþingi við næstu þingsetningu, og ég held að það sé bara eitthvað sem við þurfum að horfa til að það talar ekki okkar málunum um okkar fólk virðist vera. Ég er bara alveg samlega. Við eigum alveg þingmenn hérna sem eiga nú tengingu annað, en auðvitað veit ég alveg að þau sjást vinna mikið verk, en mér finnst svona oft þegar það kemur á stórum málum að það er tíðir ekkert að skrifa bara greinar hérna í Austurfirði, menn þurfa að vinna í vinnu í svona Alþingi. Takk.
Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir því að taka til máls nema sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson sem hefur verið furðu hljóður. Forseti, annað fundafólk, já það var búið að fara fram að fundurinn stuttur, það er sól úti, þannig að ég hef sittið á höndum mér og kannski farið pínu eins og Eyþóri Stefánssyni að mun ekki lengur hverju ég er að gleyma. En mér finnst líka það er ekki minn stíll beinlínis að fara hérna upp til þess að taka undir með Ívari Karl Hafliðasyni en ég hef sko ekkert mjög mörgu við þetta bæta. Við erum bara nokkuð mikið sammála þessi mál. Það er fráleitt að Öxi sé á áætlun að klárast eftir 9 ár. Það er bara, það er svo fráleitt að það liggur við að maður hlæja því sko. Af því að það er engin önnur framkvæmd í íslensku vegakerfi sem er jafn skynsamlega eins og þessi. Og ég meina af hverju við náum ekki að koma því frá okkur inn í hausana á þessum 63 sem að stjórna þessu. Ég veit það ekki. Það er fráleitt. Við þurfum líka að passa okkur rosalega vel á því að Fjarðarheiðargöng verði ekki slitin úr samhengi við áframhaldið á gangna umræðunum. Sko. Það er verið að reyna það í þessari áætlun. Sko. Við þurfum bara upp á það að við erum hér 1/4 sem að þarf að standa saman þessi samgöngubætur og þetta er heild. Gangnagerðin meðfram ströndinni Austurland og við þurfum að vera rosalega vakandi að halda því bara á lofti. Hvort að það verði gríðarlega breytingar við það að fulltrúi hérna og sveitarstjórninni fari inn á Alþingi og tali okkar máli í staðinn fyrir öfugt við þá sem að sitja á þingi og eru á Austurlandi núna, ég veit ekki, það má vel vera. En ég ætla nú ekkert að halda niður í mínu andanum sko, það breytist allt við það. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls til þessum liðum. Ef ekki þá leggjum við þá hér fram til kynningar og við höldum áfram og förum í lið 13, 14, 15, 16 og 17. Ég hyggst opna mælendaskrá undir þessum liðum saman. Er að ræða fundargerð byggðarráðs Múlaþings númer 87, 88, 89, 90 og 91. Og ég ætla að opna mælendaskrá hér með ef einhverju vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Þetta er sem sagt í dagskránni liður 17, byggðarráð Múlaþings 91. fundur. Þar undir liður 3 atvinnulóðir í Múlaþingi. Ég vildi bara vekja athygli þessa opna fundar á bókun minni við þann lið. Fyrsta lagi það að yfirskrift hans er svolítið villandi. Það er ekkert verið að tala frekar atvinnulóðir þarna heldur en íbúðarlóðir eða blandaða byggð. Hitt sem að ég nautum og bókaði út af það að ég fæ ekki betur séð að þessi ætluðu landakaup komi til út af fyrirætlunum meirihlutans að fara með svokallaða suðurleið frá göngum og þetta sé eiginlega hálfgert nánast nauðsynlegu gjörningur í tengslum við það, þannig að það mun þá kosta sveitarfélagi drjúgan skilding. Á meðan á sama tíma hefði menn nú farið hina sýnsömlu leið norðan megin og þá var sveitarfélagið að selja land undir veginn
Þannig að hér er sveitarstjórn sem kvartar og bara mjög skiljanlega yfir því að fjárhagurinn sé ekki alltaf sterkur. Það fagnar sem sagt í þessu tilfelli útgjöldunum en hafnar tekjunum. Þannig að þetta er bara eitt dæmið enn hvað þetta leiðarval er snarvitlaust og ég ætla ekki að hafa frekari orð það hér en hefur komið því að þá framfæri. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, það er nú kannski svona ef ég byrja þetta alveg, ég get ekki verið ósammála því að þetta kannski liðurinn, kannski má segja það að þetta er kannski málið þróast í hans aðra átt og spurning hvort mann hefði átt að breyta liðinum en upp bara kemur þetta vissulega við út af ákveðnum lóðum sem voru að velta fyrir sér hvort það væri hægt að kaupa land og þá kemur það einfaldlega upp og það væri mögulega meira land til sölu og mér finnst bara skilt okkur hér sitjum að þegar land kemur til sölu upp við þéttbýli okkar sem ég holdt að velta því fyrir sig hvort það borgir sig fyrir sveitarfélag eiga til framtíðar. Því það er alveg ljóst að okkur fjölgar og við stækkum og við þurfum meira pláss. En ég er líka dálítið ósammála því að við séum til neitt til að kaupa eitthvað land suður frá út á suðurleiðinni. Og ég er bara ekki sammála þess í því að það hefði verið vel farið með okkar byggland út af Eyjafjarðará að leggja það undir veg. Ég held að svona, í framtíðinu verði það land mun mikilvægara sem einhver svona önnur landnokun heldur en undir veg. En þetta kemur upp og mér finnst bara sjálfsagt og eiginlega bara skylda okkur sérstaklega í byggðar og sveitarstjórn að við séum vakandi fyrir því þegar land sem snertir okkar þéttbýlisstaði kemur á sölu að við skoðum það alvarlega. Og það er ljóst að þetta land liggur ákveðið að okkur og þetta gæti alveg verið einhver möguleiki en ég held að sé bara svona aðeins segi. Mér er svona að það tengja þetta við það að við verðum að kaupa það út af suðurleiðinni. Mér finnst það svona að það er svona dálítið teygja í mínum huga. Og ekki það, við eigum svo sem eitthvað byggingaland eftir ónýtt. Bæði hérna suður og því sem við höfum þegar keypt og norður úr, utan við Eyjafjarðará. Þar eigum við töluvert af landi sem ég veit að menn voru búin að máta ákveðna byggð á. Hvort mér vilja fara þá leið, það er kannski eitthvað sem eftir að ræða í framtíðinni. En mér er svona, ég veit ekki hvað ég segja, við erum kannski svona sammála í sumu og ekki alveg sammála í öðru en já, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, annað gott fundarfólk. Ég kem nú aðeins til þess að bara svara Ívari, sveitarstjórnarfulltrúa sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karli. Hann nefnir byggingaland fyrir utan Eyjafjarðará sem fær undir veg, en ég held að hann þurfi að kynna sig aðeins hvað sveitarfélagið á að landi þarna, vegna þess að það er ekkert bara það er upp með allir Eyjafjarðará líka. Þannig að fyrir utan Dalhús ef ég man rétt. Þannig að það er bara heilmikið sem er undir þessar norðurleið sem sveitarfélagið á. Undir suðurleiðin hins vegar er allt í einkaeigu. Það er ekki rétt máli, jú, það er allt í einkaeigu. Þannig að því sé nú haldið til haga. Nú var ég að segja eins og Eyþór Stefánsson, hvað er það sem ég man ekki að ég gleymdi. Það var eitthvað eitt við bót. Jú. Það er algjörlega dottið úr mér, þannig að ég held ég verði ekki hefnd. Jú. Það var með það að Ívar nefndi það að hann efaðist að þetta kæmi til út af að þessi suðurleið væri að koma að landakaupin, að menn væri að velta því fyrir sér út af henni. Já, ég spyr þá á móti, hvað kemur til að sveitarfélagið hrekkur í gírinn núna og hvað kemur til að þessi landeigandi vill selja þetta núna og það hlýtur að vera einhver hvati til þess og væntanlega þegar svona land fer á sölu þá er kannski sveitarfélagið í svona óttablandi við það að einhverjir aðrir sýni þessu áhuga sem vænlegu uppbyggingarsvæði nálægt þessari þjóðbraut.
Þannig að væntanlega komin þrýstingur á þessi landakaup. Ég held að það út af þessu vali, þetta leiðavali komið í aðalskipulagsbreytingu sem er búið að auglýsa og þannig að þar hvatinn. Ég held að það sé engin spurning. Þannig að þetta leiðir alltaf að sömu kökunni og ég held að þetta sé bara réttmæt gagnrýni að setja þetta svo einfalt fram að menn hafni tekjunum en fagni útgjöldunum. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið máli sínu. Fyrir fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og þá leggjum við það fram til kynningar. Næsta ætlum við að taka til og ætlum ég að opna mælendaskrá undir lið 18, 19, 20 og 21. Hér að ræða fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs númer 87, 88, 89 og 90 og ég ætla að opna mælendaskrá. Ef enginn hyggst óska eftir ég að taka til máls, Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Já, þetta er fundarliður 21, 90. fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs. Þar undir það liður, hvaða liður var það nú aftur? Liður 8, breytingar á sorphirðu í Múlaþingi 2023. Ég er eiginlega bara svona tilneyddur sem formaður heimastjórnar Borgarfjarðar að ég heyrt stundum af þessum umræðum í þessu og heyrt í gjarnan fleygt að eins og sumir hafa valið að segja mig frá þessu, þá hafi Borgfirðingar bara engan áhuga á því að breyta neinu í sorphirðu. En ég veit ekki þó annað en að við séum heimastjórnin sem höfum fjallað reglulega þessi mál og erum mjög áhugafull einmitt að bæta sorphirðuna á Borgarfirði. Og í því samhengi langum við að benda á það sem við tókum fyrir á 35. fundi, þá heimastjórnar Borgarfjarðar, þá fengum við kynningar, málið þar hét kynning á hringrásarhagkerfinu og lausnum fyrir Múlaþing. Þá fengum við verkefnisstjóri umhverfismála, Margréti Ólöfu Sveinsdóttur, inn á fund sem var að segja okkur frá þessum breytingum á lögum sorphirðu sem voru að taka gildi síðustu áramót og ef ég skil rétt, ástæða þess að það hefur verið að endurskoða, meðal annars ástæða þess að verið er að endurskoða þessi sorphirðumál. Og á þeim fundi skildum við þannig við starfsmanninn að þegar útfærslan lægi fyrir þá fengjum við kynningu á henni í heimastjórn. En svo kannski fyrir eigin sofandi hátt, þá allavega búið að samþykkja og búið að segja að þessar breytingar ná ekki til Borgarfjarðar. Gott og vel, þetta voru líka kannski alveg endilega breytingarna sem við vildum fá. Það vill svo til að sorphirðumálin Borgarfjarði eru bara held ég standast alveg samanburð og held ég rúmlega það allavega hvað varðar flokkun, en það sem vantar á Borgarfirði og allir eru mjög áfram og áhugasamir er að það ekki flokka lífrænt. Og Margrét kynnti ákveðna lausn í því hvernig væri hægt að fara hirða lífrænan úrgang á Borgarfirði og þess vegna vil ég bara brýna formann umhverfis- og framkvæmdaráðs að hafa okkur í huga í þessu og ýta því áfram að við náum einhvers konar lausn allavega hvað það snertir, þó að það sé hins vegar held ég geti svo sem alveg sagt það fyrir hönd borgfirðinga eins og ég þekki á að þeir eru kannski ekki endilega æstir í að taka upp þetta tunnukerfi sem er hér. En ég vildi bara benda á þetta, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Næsti pontu er sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og geti fundarmenn, þetta er 87. fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs
Ég ætla að spyrja nokkra liði. Fyrsta lagi liði 2, það stöðuleggilið. Mér langar að biðja formann umhverfisráðs að fara aðeins yfir hver staða mála þar og næstu skref. Svo það liður 7. Það öryggismál göngustígur upp á Gufufossi. Þetta hefur verið mikið ágefni núna í sumar þar sem að ferðamenn hafa verið að labba veginn, beggja veginn og þetta bara beinleiðis hættulegt. Þannig mér langar aðeins að heyra hver staðmál á þessu og svo langar maður aðeins að heyra sjálfsafgreiðslustöðuna á Djúpavogi hjá N1, liður 8. Hvort það sé búið að finna hentuga staðsetningu. Takk fyrir. Já, ég ætla þá að biðja annan varaforseta að taka við það sem forseti hyggst taka til máls. Býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjarsdóttur taka til máls. Forseti, hann að funda fólk. Já, ég þakka bara góðar spurningar og langar að svara þeim sem formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs. Varðandi sorphirðu, að þá þetta mjög stórt verkefni. Það sem sagt ekki bara verið að breyta lögum flokkun, heldur erum við líka að horfa til þess að við þurfum að fara í útboð. Þetta hefur verið verkefni sem krefjandi fyrir starfsmenn á sviðinu og í ljósi þess að við vildum fara að koma vissum þáttum af stað. Við erum svona svolítið eins og gagnrýnin hefur verið á höfuðborgina. Við verðum líka að biðja íbúa að sýna okkur þolinmæði með eitthvað það varðar. Við erum að hefja þetta verkefni. Það mun ekki allt liggja ljóst fyrir alveg strax. Það sem þó liggur fyrir var ákveðið að kynna og byrja. Það liggur ekki fyrir endanleg ákvörðun það hvernig haga skuli hlutum á Borgarfirði, en heimastjórn verður alveg áreiðanlega upplýst það þegar það liggur fyrir. Við erum alls ekki búin að gleyma Borgfirðingum. Það eins og Eyþór bendir á, vel flokkað þar, þannig að það okkur bara til sóma, þótt að við viljum gjarna bæta lífrana við. Þannig að þetta bara einn af í forgangsröðuninni þá var talið að það væri mikilvægast að byrja á þessu. Ég reikna með að þetta verði reglulega á fundum umhverfis- og framkvæmdaráðs þar til yfir líkur og það sennilega talsvert langt í það. Síðan það varðandi spurningar Hildar Þórisdóttur sveitarstjórnarfulltrúa. Staðan varðandi máli stuðleggili svipuð og við höfum svo sem ekki rætt það bara búin að vera 1 fundur hjá umhverfis- og framkvæmdaráði síðan fórum í sumarfrí. Fyrir sumarfrí þá lá það fyrir að það breytingar sem voru lagðar fram á milli þeirra stiga sem auglýsingar lágu fyrir varða landið á grund, landnýting á grund og það var þá talið líklegt og vænlegast að fá skýrari upplýsingar frá þeim á grund hverjar þeirra fyrirætlanir voru af því að það var í raun og veru stangaðist á í skipulaginu, það stóðst ekki alveg í skipulaginu hvort þetta ætti að vera svona hinsegin. Þannig að við erum bara ennþá að vinna að því máli og ég held að það sé nú bara gott samtal sem umhverfis- og framkvæmdaráð hefur átt við landeigendur og ég bara vongóð að þetta klárist fljótt og örugglega. En segjandi það að þá vil ég samt segja að þegar allir að vanda sig og við erum að reyna að fá eitthvað mikilsvert í gegn, þá líka stundum skárra að staldra aðeins við og hlaupa aðeins hægar. Þannig að við erum svona föst milli þess að reyna að vera öll að vilja gera til að hjálpa, hlusta og taka mark á því sem landeigendur vilja gera þarna og síðan milli þess að vilja passa að afgreiðslan sé ekki allt of hæg, það að segja tryggja það sé eðlileg málsmeðferð helst hröð, en það eins og ég segi, það gengur ekki alltaf. Varðandi Gufufoss, þá var það nú á fundinum, þú vísar í fund 8:10 minnum ég og ég held að hafa verið á fundinum og eftir eða þar og eftir þar sem að það var bókað það að þetta þyrfti að skoðast með höfnum Múlaþings af því að höfnum Múlaþings hafa áhuga á að koma til samtals það hvernig við getum mætt þessu. Ég veit hins vegar að Vegagerðin var búin að setja eitthvað skilti upp á Gufufossi þannig að það gerist þó eitthvað í sumar en það stór hætta þarna og höfnum Múlaþings eitthvað sem umhverfis- og framkvæmdaráð við þurfum að taka samtal við okkur sjálf það hvernig við viljum koma að þessu verkefni. Þetta gæti líka verið verkefni sem þarf að skoða hvort það sé styrkhæft af framkvæmdasjóði ferðamannastaða til dæmis. Þannig að það var í raun og veru bara ákveðið að skoða það hvort og hvernig við gætum farið í uppbyggingu á einhvers konar stíg upp í Gufufoss með einhverjum skiltum. Síðan varðandi afgreiðslu eins og Djúpavogi. Þá það þannig og umhverfis- og framkvæmdaráð hefur bókað það áður. Ég veit að heimastjórn mjög áfram það að losna við þessa bensínafgreiðslu.
Hún er samt samkvæmt skipulagi og hún er með starfsleyfi. Ég er ekkert rosalega hrifin af því að beita þeim aðferðum að nota skipulag til að hrekja einhverja í burtu. Ég held að það sem að væri heillavanlegast að gera í stöðunni og það sem mín tillaga mun vera þegar þetta kemur aftur fyrir umhverfis- og framkvæmdaráð sem er sennilega á næsta meiti, þá verður það mín tillaga að fela fulltrúa umhverfis- og framkvæmdaráðs og fulltrúa heimastjórnar að setjast niður með fulltrúum N1 og fá að vita hvernig þeir sjá fyrir sér framtíðin á Djúpavogi og sjá þá bara hvort að það samræmist þeim hugmyndur sem við höfum sjálf og við erum að fara í gerð nýs aðalskipulags og það var búið að samþykkja að í nýju aðalskipulagi skyldi huga því hvar við vildum hafa bensínafgreiðslustöð á Djúpavogi. Þannig ég held að það sé nú svo sem bara í góðu ferli. Ég reikna allavega með því að það verði lagt fram þannig í umhverfis- og framkvæmdaráði. En ég þakka fyrir mig. Já, ég býð þá Ívari Karli Hafliðasyni að taka til orðs og forseta að taka við stjórnfundar. Frú forseti, það kannski snertir nú kannski aðalega 2 mál. Annars vegar þetta varðandi stöðleikilið. Ég held að það verði krefjandi verkefni fyrir umhverfis- og framkvæmdaráð að klára þetta og ég treysti þeim alveg í það. Það er ljóst að þetta er ekki auðvelt að gera skipulag þar sem koma saman margir landeigendur og mismunandi sýn og auðvitað hefði maður í fullkomnu heimi verið með þetta skipulag tilbúið í vor þannig að menn hefði getað gert eitthvað hér í sumar en ég held að það sé nú orðið og seint að spá í því núna þannig að ég held að sé bara einmitt akkurat þegar hún segir, bara tími núna til þess að setjast aðeins aftur niður og vinna úr þessum hnökru sem svona komu. Varðandi N1 þá ætla ég nú bara að hvetja einmitt, það er bara að tækja núna því við þurfum líka að ræða við N1 út af færslunni hérna á Egilsstöðum, út af nýju miðbæjarskipulagi, þannig að fá festi og þá sem eru með N1 sem reka það, af því að það eru líka breytingar, festi búið að fjárfesta í lyfju sem á líka hérna afgreiðslur og ég held að það kemur eitt orð, þeir væru líka bara til í að skoða þetta svona inn í framtíðina og ég held að það sé bara gott að við eigum bara við þetta fyrirtæki eins og önnur fyrirtæki bara mjög gott samstarf þeirra þarfir og skyldur, af því að það er ljóst að ennþá þurfum við allan að geta keypt okkur og haft aðgengi að þessari þjónustu og ég held að bara það væri mjög gott að fá það bara að fundi á okkur og nota það tækifæri til að fara yfir þetta og ekkert kannski binda þetta endilega við þessar 2 staði, þetta er bara almennt séð í Múlaþingi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið málsinu, sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir og skattur að taka til máls. Forseti ágætu fundamenn, ég glemdi hérna einu máli, þetta er sami fundur, 87. fundur umhverfisráðs, liður 6. Rammasamningur íbúðarhúsnæði í Múlaþingi. Ómar Guðmundsson kynni þau verkefni sem Hrafnshóll vinnur að í sveitarfélaginu og stöðu þeirra. Kannski ekki ofsögum sagt að íbúar eru mjög langegir eftir þeim framkvæmdum sem þeirra hafa unnið á með langar að biðja formann umhverfisráðs að fara yfir hver staðamál er þar. Takk. Já, Hildur Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúi lokið málsinu og ég ætla að biðja annan varaforseta að taka við stjórnfundarins. Jóni Brynjólfsdóttir að taka til máls, gjör svo vel. Takk fyrir það, forseti. Okkur fannst ráðlegt að fá fulltrúa Hrafnhóls inn til okkar til þess að fá að vita hvernig staða verkefna væri. Hrafnshóll er með gríðarlega mörg verkefni á dreifðu svæði hér Austurland, þeir eru Fjarðabyggð og þeir eru hjá okkur. Þeir eru með verk á Djúpavogi, Fellabæ og Seyðisfirði. Verkefnin hjá þeim eru unnin í einhvers konar skorpum og við óskuðum bara eftir því að fá upplýsingar um það hvernig staða verkefna var þá og þetta var raun og voru bara afskaplega góð kynning. Við fengum bara tiltölulega greinargóðar upplýsingar um það hvernig staðamála væri og við vorum sammála um það að það væri gott að fylgja því eftir í haust og fá upplýsingar um það hvort að þeirra áform, af því að það voru lögð fram ákveðnar hugmyndir um áform og við létum bara vita því að við myndum vilja fá frekari upplýsingar um það þegar það færi að hausta, hvernig það hefði gengið. Þannig ég get ekki alveg sagt nákvæmlega hvernig staða verkefna þeirra er í dag, en ég get hins vegar sagt að umhverfis- og framkvæmdaráð mun bara núna sennilega kannski í september óska eftir því að fá fulltrúa Hrafnshóls aftur inn á fund og taka stöðun á því hvernig þessi verkefni ganga. Ég veit að íbúar eru orðnir langegir eftir því, en það er kannski svo sem lítið sem við getum gert nema þá að fá upplýsingar og hvetja fyrirtæki til dáða. Og síðan langaði mig að bæta við að því Ívar Karl Hafliðason sveitarstjórnarfulltrúi fór að tala um stuðleikinn áðan, að svo það sé sagt, við hvöttum landeigendur til að senda inn framkvæmdaleyfisumsóknir fyrir öllum þeim framkvæmdum sem þeir eru hugað að fara í sumar. Það er gildandi aðalskipulag.
Þannig að það er ekki hægt að segja að það sé ekki hægt að veita framkvæmdaleyfi. Við vorum tilbúin til alls konar samtala í umhverfis- og framkvæmdaráði varðandi allar þær framkvæmdir sem að landeigendur vildi fara í og ég held að flestar þær umsóknir sem bárust hafi verið teknar fyrir og afgreiddar með heldur jákvæðu hugafari. Þannig að ég veit ekki til þess að neina framkvæmdir hafi stoppað hjá okkur. Takk fyrir. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Mælendaskrá er ennþá opin, við erum í lið 18, 19, 20 og 21. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá eru þær liðir lagðir hér fram til kynningar. Við erum þá komin í lið 22. Ívar? Og seint. Vertu viss? Það er hósa, þú mistir blaðið. Ok. Nei, viltu þá ekki koma og segja það? Herru, ertu viss? Ok, þá erum við komin í lið nr. 22, 23 og 24, fjölskylduráð Múlaþings, fundargerð nr. 75, 76 og 77. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eiðursdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundafólk. Þetta var það lið 23, fundargerð fjölskylduráðs nr. 76, lið 3. Þar sem fjölskylduráð felur starfsmönnum að koma á fót heilsársfrístundaþjónustu fyrir fötluð börn í Múlaþingi. Mér langaði bara að koma þér upp til að leggja áherslu á það hér hversu mikilvægt er að við komum þessu á fót og gerum það svo sómi sé af. Ekki aðeins er þetta lögbundin skylda okkar að veita slíka þjónustu, heldur er þetta mikilvægt öryggi fyrir fjölskyldur að hafa sem er í þessari stöðu. Fjölskylduráðið lagði áherslu á að koma þessu máli í góðan farveg sem allra fyrst og á svo sem ekki vona öðru en að öll hér leggist á þær árar saman. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eiðursdóttir er lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, annað gott fundafólk. Ég ætlum að byrja á að hrósa forsetunum báðum fyrir hraðar og snöggar skiptingar. Þetta er eins og góðum fótboltaleik. Þetta varðar lið 22 í dagskránni, fjölskylduráð Múlaþings, 75. fundur, þar undir dagskrárliður nr. 5, landsmót Æskulýðssambands Þjóðkirkjunnar 2023. Þarna kemur ákvörðun fjölskylduráðs sem er mjög spónst fyrir sjónir og þetta er einhverja liður, ég veit ekki hvort ég eina bara græti yfir hana. Þannig er málum vexti að sem sagt, ef ég aðeins bara í þennan lið sko, þannig að hann gerir sér greið fyrir hvað að ræða. Þetta er í stuttumáli þannig, með leyfi forseta, fyrir liggur bréf dagsett 25.5.2023 frá Æskulýðssambandi Þjóðkirkjunnar þar sem óskað er eftir að fá að halda landsmót Æskþ, það er að segja skammstöfum fyrir Æskulýðssambandið, á Egilsstöðum 13. til 15. október 2023. Jafnframt er óskað eftir styrk í formi aðstöðu og gistingar. Fjölskylduráð bókar þannig, fjölskylduráð hafnar styrkveðinni enda ekki inni í fjárhagsáætlun að styrkja svo stórt verkefni en starfsfólki ráðsins er falið að koma á sambandi á milli skólastjórnenda og forstöðumanns íþróttamiðstöðvar á Egilsstöðum svo hægt sé að kanna hvaða möguleikar eru á samstarfi. Aðeins ef ég byrja þetta sko, ég veit ekki hvað ég á að byrja sko, en þess svo ég byrja þá hefur sem sagt Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar verið með þetta mót tvisvar á Egilsstöðum áður, árið 2012 og árið 2016. Og eftir þeim upplýsingum sem ég safnaði mínum hérna rétt fyrir fund, ég því miður bara, þetta hafði málað að fara fram hjá mér, þangað til að ég rak augunni í þetta fund að gera inn í dag, morgun, að þá sem sagt hefur í bæði þau tilfelli tók Fljótsdalshérað sem þá var mjög vel í
þessa beiðni um að veita gistingu í skólunum og fengist ákveðin aðgangur að íþróttahúsinu til samverustunda og svo framvegis. Ekkert mál. Þannig hefur þetta verið eftir því sem ég fæ upplýst landið kring hjá öllum sveitarfélögum þar til núna. Að Múlaþing hafnar þessu. Og ég bara spyr hví ósköpunum vegna þess að hér hefur verið sú stefna, ef einhver vill mótmæla því það gera það, en ég hef ekki skilið öðruvísi að menn hafi viljað fá hingað fjölmenna viðburði til þess að bæða líka upp á bæjarlífið og auka tekjurnar í samfélaginu líka hugsanlega vegna það kemur með þessu fjöldi fólks. Ég nefni dæmi eins og í sumar, landsmót hestamanna, ég nefni lungahátíð og fleiri slíka atburði. Þetta hefur yfirleitt verið tekið vel í þetta, því nýt ég mjög þetta, hvað að gerast hérna og mér eiginlega bara grátur í huga. Og ég ætla aðeins og það fleiri. Bara í þessu markmið sambandi þá bara ætla ég að leyfa mér hér með leyfi forseta að lesa ágætt vers upp úr Markúsar Guðspjalli sem 13. vers í hvaða kafla? 10. já. Menn færðu börn til Jesú að hann snertu þau en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesú sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Og það má kannski segja það fjölskylduráð sem komið hér af einhverju vangá, gerir þetta eins og lærisveinarnir gerðu á sínum tíma, að þeir reyna að koma í veg fyrir það að börnin komist til Jesú, vonandi af vangá. Og ég stend hér upp fyrir félaga minn Jesú og verð vonandi ekki vanhæfur fyrir það og segi leyfið börnunum að koma til hans. Og ég ætla að biðja varaformann fjölskylduráðs af því að formaðurinn sjálfur ekki að koma hér upp og útskýra fyrir mér þessa stefnubreitingu sem virðist vera varðandi þennan einstaka atburð, hvort að það sé bara almennt að gerast þá með slíka viðburði, hvort sem að það er þjóðkirkjan eða aðrir sem standa fyrir því, að það eigi að loka svona á, að vísa þessu til skólastjóra og yfirmanns íþróttahús fabulering ein vegna þess að þau taka ekki ákvörðun þetta og þar að hefur ekkert gerst þar. Umsækjandinn, hann fékk ekki einu svona tilkynningu svar hvað hafði gerst, kom bara fjöllum þegar að var farið að ýta eftir þessu, þetta kom svo óvart. En ég vona að ágætur varaformaður fjölskylduráðs geti útskýrt þetta og ég vona að þetta sé einhver algjör misskilningur og að þetta veri bara leiðrétt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir, varaformaður fjölskylduráðs, kemur til svara. Já, frú forseti, gott fundarfólk. Nú verð ég að viðurkenna að einhver sumarþoka yfir heila starfsemi þeirra sem hér stendur ennþá. Svo ég get ekki alveg með góðum og rifjað almennilega upp umræðina undir þessum lið, því miður. Að sama skapi ég ekki alveg nógu vel inn í hvernig þetta hefur verið hingað til og það sem sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson vísar til áður, síðan 2012 og fleira. Því miður bara nær þekking mín ekki þangað hvað þetta varðar. Niðurstaða fundargerðarinnar bendir þó til þess að beiðnin hafi ekki rúmast innan áætlunar sviðsins og ég gerir ráð fyrir að málin hafi verið vísað til þar til bara aðila sem gæti komið til móts við umsækjandann á einhvern hátt. Ég get þá alveg fullvissa öll hér að niðurstaða fjölskylduráðs var ekki fengin vegna fordóma, trúarskoðana eða annars þvílíkt. Það snerist ekki það. Þó ég, eins og fleiri hér, muni ekki alveg hverju ég er að gleyma, þá myndi ég muna ef umræðan hefði orðið heit vegna trúarskoðana eða annars á þeim nótum. Svo það snerist ekki niðurstaða fjölskylduráðs. Það hefur ekki verið rætt að taka málið upp aftur svo ég get ekki sagt til það hér.
Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur komið til svara. Næstur í pontu sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og eftir honum kemur Ívar Karl Hafliðason. Já, frú forseti, fólk. Ég ætla að koma hérna undir fundarlið, það er fundarlið 23, 77. fundur fjölskylduráðs. Það er 6. liður á fundardagskránni, þar sem að fjölskylduráð fékk beiðni að reyna að forgangsraða verkefnum í hvaða röð, þetta er fjárhagsáætlun umhverfis- og framkvæmdasviðs og við ættum að reyna að forgangsraða því sem við vildum, í hvaða röð við vildum gera hlutina, svona það bil. Og svo sem hér stendur benti mikið á einn lið sem að fékk að fljóta þarna inn og ég kem eiginlega aftur með gleraugu formanns heimastjórnar borgarferðar hérna upp í þetta skiptið. Það vill nefnilega svo til að fyrir einhvern misskilning þá er það svo að nú er verið að fara að byrja vinnu í Fjarðarborg, hefja framkvæmdir í Fjarðarborg og það var einhver samskipta misskilningur á milli aðila í þessu máli að allavega var það skilningur heimamanna að það ætti ekki að fara í neitt annað í bili heldur en klæðning og gluggaskipti og fyrir vikið væri starfsemi í húsinu ekki trufluð fyrir en eftir ákveðin tíma. En nú er útboði lokið og það er svo sem ekki búið að setja verkáætlun en það er útlit fyrir að það eigi að fara í framkvæmdir innandyra sem raskar starfseminni sem er inni og þá gera gat milli hæða og þá verður engin líkamsræktaraðstaða á Borgarfirði. Og svona með ekki líklegt að þetta gerist 2024. Íþrótt- og tómstundasvið Múlaþings eyðir, Íþrótt- og tómstundasvið, ætlaði ég allavega að segja, Múlaþings, eyðir nákvæmlega 0 krónum á ári á Borgarfirði. Ekki krónu meira en minna. Og þess vegna finnst manni svolítið súrt í broti því að núverandi áætlun þá á ekki að fara í þessa einhvers konar skaffa líkamsræktaraðstöðuna fyrir 2027. Þannig að það er útlit fyrir að í rúm 3 ár verði engin líkamsrækt. Og nota bene það sem að sveitarfélagið leggur til fyrir ræktina er ekkert annað en plássið í Fjarðarborg núna kostar ekki neitt annað. Það er ekki MFB sér allt utanumhald og slíkt. Og mér langaði eiginlega bara að brýna, við fengum þetta þarna, númer 3 í forgangsröðinni út af þessu, en nú eru allavega að liggja fyrir nýjar upplýsingar að þetta er að fara að gerast fyrr en reiknað var með. Og við köllum okkur allavega stundum heilsueflandi samfélag og það er ekki alveg í anda þess ef að það stendur til að verði ekki aðstaða fyrir líkamsrækt í rúm 3 ár. Það var það sem ég ætla að segja þetta. Sko varðandi þetta sem að Þröstur kom inn á, þá var ég nú reyndar að bera aðeins fyrir mig sömu sumarþoku og sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir. En mig minnir, en nú er ég að tala miklu ábyrgðarleysi, af því að nú er ég að tala til minni, eins og það hefði verið óskað eftir einhvers konar fjárframlagi sem að mönnum hugnaðist, sem að rúmaðist ekki að menn ætluðu einmitt eins og það er bókað að skoða hvernig væri hægt að veita mönnum aðstöðu í gistingarnar. En
Ég er nú ekki að segja þetta á það opinberu vettvangi að mig hafa þetta eftir mér eða það. En ég ítreka að þetta eftir minni. Sveitarstjórnarfulltrúi Eiður Stefánsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur óskað eftir að taka til máls. Frú forseti, að funda fólk. Ég verður eiginlega að segja eins og Þröstur ég var ekki búinn að taka til þessum lið. Þetta samt síðan 20. júní. Það er dálítið langt, það er að vera 2 mánuðir. En ég held nefnilega ef það er sagt með eingöngu beðið aðgengi húsnæðis, þá fellur svona notkun húsnæðis bara undir það reglu sem það gilda, sem við erum ný samþykktar í okkur. Það sem við erum að fara, það sem hleypa aðgengi að afnótu fasteignum múlið annar en íbúðarhúsnæðis, einmitt til ungmenn og aðra. Og þetta aðeins fyrir til umræðu og ég sé ekki betur en að þetta hendi bara mjög vel þar undir og þá ætti það náttúrulega klálega heima að hvort sem það er þá menn leiti til beint til sveitarfélags eða til viðkomandi ábyrgðarmanna, umsjónaraðila fasteignanna. Og það er mér sem stendur hérna skýrt að það sé hægt, sé nótkunnin þannig að víkja frá gjaldskrá. Og ég held að þegar menn halda svona æskulýsmót að þá finnst mér bara að skoða það alvarlega. Og það er kannski vont ef að þessi, hvað er verið að 2 manna gamla beiðni hefur einhvern ekki ratað og þetta verið einhvern dottið niður. Þegar ég bara hvet fólk hérna til þess að skoða þetta, því ég held að sé alveg ljóst að þetta er rúmast innan. Við höfum nú þegar, að það hefur nú komið upp annað mál sem það sem mér fannst menn tegja orðið ungmenni dálítið langt upp, langt inn á lögræða einstaklega, en þarna erum við klárlega að tala alltaf ungmenni í fylgd með ábyrgðarmönnum. Þannig að ég bara hvet nefndina til að taka þetta fyrir næsta fundi og beina sér rétt afleið, því ég held að ég skil það alveg kannski að menn hafa ekki fjármuni til beinna styrkja, en það svo sem kemur þetta aldrei seint fram svona beiðni en varandi aðgengi húsna og annað, þá hefði þetta verið tímælt fyrir það. Þannig ég vona bara að þessi verið komið í réttan farveg. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Már Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Einar Freyr Guðmundsson, virkja. Já, takk fyrir. Virðulegi forseti, góðu fundarmenn. Ég kem hér einnig upp undir 22. lið fundarins sem er 75. fundur fjölskylduráðs Múlaþings og er líka undir 5. dagskrárlið þess fundar. En eins og ég skilði það, þá er þetta þessi beiðni frá þjóðkirkjunni tvíþætt og snúi annars vegar að fjárstyrk og hins vegar að þá styrk í formi aðgangi að húsnæði. Og eins og ég skil bókun fjölskylduráðs, þó ég hef ekki verið á fundinum, þá er verið að hafna beiðninu fjárstyrk vegna þess að penningur er ekki til, en menn er ekki útilokað neitt að styrkur í formi húsnæðis sé veittur. Og sennilega, og þetta lítur þannig út eins og þeir séu þá að vísa þið til viðeigandi aðila, fjölskylduráð og skólastjórnenda að skoða hvort þessi helgi er laus. Og eins og sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason bendir á, þá samrýmist svona viðburður líklega að öllu leyti þeim reglum sem við höfum sett okkur nýtingu húsnæðis sveitarfélagsins undir viðburði af þessu tagi. En fleira var það ekki frá mér. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls. Frú forseti, annað gott fundafólk. Aðeins að svara þessu og koma betur inn á þennan sama lið. Það virðist vera að þokan hafi verið mjög þykk, svo kallið sumarþoka. Getum við ekki sleppt þessu, en það var náttúrulega vegna þess að það var í júlí, það var vegna þess að þjóðsöngurinn var sneyptur 17. júní. Það er jafnvel í hólustu alvöru. En hvað það, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og Einar Freyr, sveitarstjórnarfulltrúi örulegur á eftir, í að því að fjárstyrk hefði verið að ræða hluta. Og þannig er kannski hundurinn grafinn að
fólk hefur eitthvað misskilið hvort annað vegna þess að ég fékk það staðfest svona á símtali að það hefði ekki verið farið fram á fjárstuðning. Heldur er það kannski orðalagið sem hefur eitthvað væflast fyrir mönnum að eins og stendur í fundargerðinni styrk í formi aðstöðu og gistingar. Man gerir sem sagt grein fyrir því að það kostar að reka húsnæði og svo framvegis en menn eru ekki að biðja bara beinharða peninga, heldur eingöngu sem sagt þessa tvo liði, það að segja aðganga að þessu húsnæði. Ég ætla að þakka Ívari Karli sveitarstjórnarfulltrúa fyrir í rauninni að sýna þessu skilning og bara vona það að menn ræði þetta og taki þetta upp og jafnvel þó þetta sé orðið 2 mánaða gamalt þarna koma sumarfrí inn í og menn bara þarna hjá æskulýðsræði bara gera ráð fyrir því að svona góður viðburður sem alltaf hefur verið tekið vel í hér 2 ára áður að þetta væri ekkert mál og þannig að þetta hefur svona einhvern veginn farið á milli skips og bryggju og ég bara vona það heilt og innilega að það verði tekið á þessu, mál verði tekið upp aftur og umsækjandanum tilkynnt það að sé verið að taka þetta upp aftur þannig að hann hlaupi ekki einhvað annað. Hann búinn þegar að hlaupa, þetta átti að vera á Akranesi, stóð til en síðan kemur upp einhvað vandamál þar, ég held að vera mygla eða eitthvað sem var til þess að menn urðu að leita annað og nota beina á Akranesi var ekkert mál fá íþróttahús og aðgangaskóla, ekki neitt mál, það voru aldrei verið fyrir þessa starfsemi og guð minn góður, ekki þetta vandamálapakki ungmenni að leita Guðs. Þannig að enn og aftur, ég biðla til þess og ég eiginlega bara grátbið að það veri brugðið skjótt við umsóknaraðilanum tilkynnt það sé verið aðtuga þetta og svara sig að vænta bráðlega. Þetta okkur ekki til sóma að gera þetta og ég alveg viss það að ef við reddum þessu eins og maður segir í kvelli þá mun Guð blessa þetta sveitarfélag. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson lokið málsinu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Við erum hér í lið 22, 23 og 24. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundarfólk. Ég er að koma hérna upp undir sama lið og Eyþór kom inn á þarna með fundur 76, ekki 7. liður, fjárhags áætlun, já, líkamsræktaraðstaða. Þetta já, mér málið skilt ég var að hugsa að fara að gera eitthvað í hvað ég orðinn hrikalega feitur á næsta eða þarnæsta ári, þannig að það kemur mjög illa við mig ef það verður engin líkamsræktaraðstaða og eðlilega þá það náttúrulega ekki bæði haldið og sleppt ef við erum að fara að breyta efri hæðinni í Fjarðarborg og taka líkamsræktin út þá þarf hún eiginlega að fá rými einhvers staðar þar. Og það verður ekki allt gert í einu, en þá þurfum við bara að finna einhverja lausn, einhvern millileik, og það, ég bara trúi því að við munum gera það. Svo, já, þið sjáu hvernig ég líti út, þið mögðu ekki gera þetta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson nú lokið máli sínu og ég ætla að biðja annan varaforseta að taka við þar sem forseti hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir, forseti. Ég er að koma hér undir liðnum sem tengist líkamsræktaraðstöðu á Borgarfirði, sem svo sami og Helgi Hlynur var að ræða hér áðan, sveitarstjórnarfulltrúi. Ég vil byrja á því að lýsa því yfir að ég mun gera allt sem mínu valdi stendur og tryggja það að Helgi Hlynur komist í ræktina eftir 2 ár. Þetta mál eitthvað sem við í umhverfis- og framkvæmdaráði erum vongóð að geta leyst kannski
bara mögulega með fjármunum sem að nýtast ekki á þessu ári eða næsta ári. Við ætlum svona aðeins að reyna að horfa gegnum fingur okkur með það að finna þessa fjármuni því þetta er kannski ekki umtalsvert miklu fjármuni sem þarf. Ekki nema Helgi Hlynur Ásgrímsson ætli í þeim mun meira átak, þá þyrftum við að fá upplýsingar það sem fyrst. En ég nú bara vongóð að við getum nú reynt að halda út í líkamsræktaraðstoð og Borgarfirði, það væri afskaplega gæfulegt. Þannig að ég mun gera allt sem mínu valdi stendur til að tryggja það fyrir alla Borgarfirðinga. Takk. Takk fyrir það. Ég bið þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Nú er síðasti séns að óska eftir að taka til máls undir þessum liðum, liði 22, 3 og 4. Ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls og því eru þeir lagðir hér fram til kynningar. Þá erum við komin að síðasta liði dagsins á þessum stysta sveitarstjórnarfundi sem ég hef setið á, hingað til. Já, Björn Ingimarsson sveitarstjóri eftir. Gefum honum orðið. Nú erum við komin lið 25, skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel. Forseti og gott fundafólk. Nú verður tekin alveg heljarlöngu yfir sko. Svona ef ég fer yfir það helsta, það náttúrulega verið, ef við segjum bara eins og varðandi starfsmannamálinu og þessa fundi, reglubundnu fundi sem eru haldið með sviðsstjórum og hafnarvörðum og starfsfólki stjórnsýslu. Þá náttúrulega búið að vera mikill orlofstími hjá starfsfólki á undanförnu, þannig að þeir fundir hafa ekkert verið óskaplega margir, en við erum svona að hrökkva í gang aftur núna. Fólk að koma til starfa, nánast alls staðar í stjórnsýslunni, þannig að ég sé fyrir mér að í næstu viku verður þetta komið svona nokkurn veginn í eðlilegt horf. Varðandi samstarfsverkefnin, þá voru haldnir stjórnarfundir hjá samtökum sjávarútvegssveitarfélaga, stjórn skólaskrifstofu fundaði einu sinni og það er það sem við höfum verið að vinna þar er sala eignarinnar, húseignar skólaskrifstofunar og erum svo að horfa til svona endanlegra slita á því félagi áramótin. Við erum að funda í stjórn Eignarhaldsfélags Brunabótar í lok vikunar og í lok júní þá sótti ég alþjóðaráðstefnu Sittaslow sem var haldin á Ítali og ég vil segja að það var bara mjög í rauninni áhugavert. Það er bæðið að fá upplýsingar og eiga samtalið við fulltrúa þessara sveitarfélaga sem eru rauninni staðsettir allan heim, sem eru í þessu verkefni og hvernig menni eru að koma að verkefni sem náttúrulega bara mjög mismunandi eftir hvar þú ert staddur. En það eru líka, þannig segja það bæði svona læriði maður ýmislegt og eins skynjaði maður það að það sem verið eins og hvernig menn hafa verið að vinna þetta og Djúpavogi, að það er alveg til fyrirmyndar. Það er síðan framöndan ráðstefna sem sækja í byrjun september út í Þýskalandi. Það sem umfjöllunarefnið málefnið hafna og samskiptin við rekstraraðila skemmtiferðaskipanna og síðan bara framtíðarþróunin og þetta eins og við höfum bara rætt hér á fundinum. Þetta er bara stórmál og það er mjög mikilvægt að við vöndum til verka í því hvernig við stöndum að þessu. Við höfum náttúrulega verið í samráði bæði við hafnirnar í Evrópu og eins mjög virt samráð og milli hafnanna hér á Íslandi. Þannig og ég vona að þau verði með okkur þarna. Á föstudaginn þá munum við funda með innviðaráðherra og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ásamt sérfræðingum þar sem verður farið yfir drög að skýrslu mat á þörf fyrir varnarvirki og viðbúnað vegna ofanflóðahættu á atvinnusvæðum. Og það sem við erum að horfa, það er náttúrulega verið að vinna þessa skýrslu fyrir land allt, en við á þessum fundi munum við eingöngu vera að fjalla Seyðisfjarðarhlutann. Og það verður bara áhugavert að fá þar koma þarna sérfræðingar sem fara þá yfir þessi skýrsludrög eins og lítið út núna og það verður fróðlegt að sjá hvað menn telja að vera raunhæft bæði norðan og sunnan fjarðar í aðgerðum til að verja atvinnulíf. Svo eigum við líka framundan fundi með ráðherrum ríkisstjórnarinnar
en þeir í tengslum við ríkisstjórnarfund sem þeir verða með hér á Egilsstöðum í lok mánaðarins. Við munum að sjálfsögðu leggja þar áherslu á samgöngumál, enda höfum við sent inn nokkuð ítarlega umsögn þau drög sem liggja fyrir og eins og hefur komið fram hér á fundinum, þá þurfum við að láta vel í okkur heyra. Sumt erum við sátt við þarna, en sumt má betur fara. En það sem hins vegar skiptir máli það að öll okkar svona megin áherslumál eru inn á áætluninni. Það hefur ekki alltaf verið. En það sem ég held að við séum öll sammála það hversu seint gert ráð fyrir að fara í alvöru framkvæmdir á svæðinu. Það í rauninni ekki fyrir 2027. Fyrir utan þá það sem í gangi nú í Hafnarmannvirkjum og síðan að ef göngin undir Fjarðarheiði fara á stað, þá við að gera ráð fyrir því að það verkefni sé að hefjast að ári. Við munum náttúrulega fara yfir málið tengjast opinberri þjónustu hér fyrir austan og við munum, eins og ég sagði áðan, við verðum líka vera að fara yfir, og það eitt sem við getum líka rætt á þessum bæði fundi með fulltrúum ríkisstjórnarinnar og fundum með ráðherrum nú í lok vikunnar. Það fjárveitingarnar til ofanflóðavarna, fjárveitingarnar úr ofanflóðasjóði til framkvæmda verkefna sem að mínum mati eru bara í rauninni allt og tæpar og allt og naumar til þess að maður geti farið í alvöru framkvæmdir. Ef við erum að horfa á varnir, ofanflóðavarnir við íbúðabyggðinni á Seyðisfirði, þá það mínum mati algjörlega óásættanlegt að við skulum ekki vera að komast að. En hönnun á því verkefni henni að mínum mati algjörlega lokið, en svo það verið að fara í einhverju umhverfismat og eitthvað þess að þar sem að tefja það verk sem ég bara, kannski ég hef nú sagt þetta eitt áður að ég væri kannski eitthvað takmarkaður, en mér finnst svolítið sérstakt að við skulum þurfa að fara með vörn að verja íbúðabyggð og við þurfum að fara með þau umhverfismat. En það mín skoðun, mér finnst það ætti ekki vera þannig. En það ýmis önnur mál eins og áformaður flutningur húsa sem að við höfum ekki fengið endanlega niðurstöðu í, en ég er búinn að vera í töluverðum samskiptum við fulltrúa ráðuneytisins, forsætisráðuneytisins vegna þess máls og ég gerir mig vonur að það verði komið einhver niðurstöðu það þegar við hittust í lok mánaðarins. Einn áformaður vinnufundur með fulltrúum RARIK þar sem við erum sem megin málið hitaveitan á Seyðisfirði en við erum einnig þar að fara yfir mál sem að tengjast skilgreiningu á þéttbýli og dreifbýli varðandi tengigjöld og annað. Og eins erum við að horfa þar til Berufjarðar varðandi 3 fasa raflagnir. En ég held að það sé svona í lokin, þá vil ég benda á að það held ég sé ekkert ofsagt að þau okkar sem kursu að vera hér í sumar, hér í heimahögum, hafa ekki þurft að láta sér leiðast. Fyrir utan náttúrugerð sem við búum við hefur afþreying í formi íþrótta, menningar og listviðburða í öllum kjörnum sveitarfélagsins verið hreint með ólíkindum. Og ég vil nota tækifærið og færa öllum þeim sem hafa staðið að þessum viðburðum mínar bestu þakkir, auk þess sem ég upplýsa mig hlakka virkilega til að fá að njóta þessa í framtíðin. Og þetta er ekkert búið í sumar, það eru þó nokkur atriði sem að renna í hlað, líka við ég segi, hjá okkur öllum. En ég ætla ekki að þessu sögðu þá ætla ekki að hafa þetta lengra og þakka bara fyrir góðan og hæfilega langan fund. Það nefnilega það. Við þakkum sveitarstjóra Birni Ingimarssyni fyrir þetta. Þá liður 25 lagður hér fram til kynningar. Þá dagskrá fundarins tæmd og ég ætla að slíta fundi.